Gerður, dagur bókarinnar. Eigið þið rithöfundar aldrei frí? Við eigum aldrei frí, nei. Og þetta náttúrulega einn af 365 dögum bókarinnar á ári, þannig að við fögnum bara í dag sem eins og ávallt. Við erum náttúrulega alltaf að velta fyrir okkur góðum hugmyndu fyrir næstu bækur, þannig að nei, við erum alltaf með starfið svona bak við eyrað. Og í dag ertu að lesa fyrir börnin hérna í Þelamerkurskóla. Hvernig hefur gengið í morgun? Dásamlega, búin að vera að lesa upp úr Ballinu á Bessastöðum og úr draugasögunni Garðinum. Og svo var ég í Lundarskóla í morgun og Hrafnagilsskóla, þannig að mér þótti sjálfsagt að láta vita af mér fyrst ég var í Davíðshúsi yfir páskana og fékk góðar undirtektir. Ég lesið áður hér í Þelamerkurskóla og reyndar hinum tveimur líka og þetta er mjög gaman. Stiltir og góðir krakkar. Já. Og áhugasamir, fullt af skemmtilegum spurningum. Og þú ert hvað fyrir öll stigin 3, þú átt efni handaðum öllum? Já, ég ætla að fjalla blóðhópni og skírnismál fyrir unglingana núna á eftir hér í Þelamerkurskóla, þannig að ég hef aldrei prófað það reyndar áður fyrir þetta stig, oft fjallað þetta efni fyrir fullorðna, þannig að ég hlakka mikið til hvernig þetta virkar og ég held að þessi saga hefði nefnilega mjög vel til þeirra líka. Já. Að lesa fyrir börn eða nemendur og koma í skóla, hvernig er það og til hvers maður að þessu? Það er svo mikils virði að fá að hitta lesendur sína. Að fá að hitta þá og gefa þeim hugmyndir og fá hugmyndir á móti. Maður veit náttúrulega aldrei nema þarna séu litlir verðandi rithöfundar inn á milli og rétt eins og þau fá að læra tónlist og stærðfræði og allt þetta sem börn læra, íþróttir og hvaða nú er, þá er að gera að ýta undir listsköpun og það er skylda að læra læra að teikna og læra myndlist og vissulega skrifa þau ritgerðir og reyna sig við sögur en ég er alveg til að veita eilítið meiri þekkingu ef ég hugsanlega get á því sviði, þannig að mér finnst þetta mjög gaman. Og ég heyrði hérna á mörgum spekingum, þú fyrst alls konar spurningar, hvernig fóru þar í þig? Mjög vel, ég læri heilmikið af því að þurfa að svara þessu, hvernig draugar eru og hvernig embættið sé og svo er það náttúrulega bara svona að spyrja persónulega spurninga mig sjálfa, hvernig lífið maður lifir sem rithöfundur og það er líka voða gaman. Ein spurningin var uppáhaldsrithöfundur, þú náttúrulega hefur lesið mikið sem barn, vænti ég? Það var lítið annað við að vera þarna á 8. áratugnum, þannig að ég las til dæmis Astrid Lindgren og ég flagga henni bara eins og mér listir. Það er aldrei, maður kemur ekkert að tómum kofunum hjá henni. En nú skrifar þú, ferð vítt og breytt yfir sviðið, þú skrifar barnabækur, þú skrifar ævisögu, þú ert í ljóðinu. Hvað veldur? Hvernig getur maður verið svona fjölhæfur? Já, mér þætti svo leiðinlegt ef ég þyrfti að velja mér eina bókmenntagrein og halda mig við hana. Þannig að ég held að ferill minn hefði, ég byrjaði sem fullorðins rithöfundur en skrifaði fyrir fullorðna sem sagt og í ljóðinu, en ég held að ferill minn hefði ekkert orðið jafn skemmtilegur hefði mér ekki dottið í hug að fara að skrifa fyrir börn. Það eru skemmtilegir og fyndnir lesendur og gaman að fá að hitta og gaman að fá að koma í skólastofur og spjalla við þau. Það er öðruvísi að lesa upp fyrir fullorðna en ekki síður gaman. Nú er ljóðasafnið mitt nýkomið út, þannig að ég er að lesa svolítið upp úr því þessa dagana, þannig að það er mikil hvíld að fá að hitta skólakrakka hérna sem vilja fá að vita hver uppáhaldsmorgunmaturinn maður sé og svo framvegis. Þú heldur upp á 20 ára rithöfundarafmæli á þessu ári, ekki satt? Jú, það eru 20 ár síðan Ísfrétt kom út, fyrsta ljóðabókin mín. Já. Þar var einmitt eitt ljóð að norðanum, ég man rétt, Svalbarðseyri. Já. Og ljóðin hafa farið víða, þú ert að ferðast út allan heim og sankraði velunum. Já, eftir að hafa fengið að lesa upp á Akureyri, þá fá ég að fara til Cork á Írlandi á ljóðahátíð og síðan býður Varsjá og þá London og Ísafjörður, þannig að þetta er voða gaman, já. Og í nýlegri könnun, hvað viku gömul, þá ert þú einn vinsælasti rithöfundar landsins, ekki satt? Já, það var blóðhópnir sem komst á kanónulistan hjá Kiljunni. Hvernig er að vera á kanónulista? Maður reynir nú bara sem minnst að hugsa það. Þannig að maður einbeitir sig bara næstu bók og ég er á fullu að yrkja hana. Já. Þannig það sem ég er að dunda mig við í kjallaranum hjá Davíð Stefánsinni í húsinu hans þessa dagana. Og þú ert búin að gefa það út á það sé ákveðið þema sem þú ert að vinna að í þeirri bók. Segð mér aðeins frá því. Ég reynir nú svona að halda því leyndu en ég gaf það nú svo sem út að þar væri fjallaði morð. Ég fjallaði svolítið glæpamál þegar ég var blaðamaður og þau hafa aðeins setið í mér og kom svolítið nálagt þar viðfangsefninu í sumum tilvikum og einhvern veginn
ómögulegt að losna alveg við þessa sögu sem maður heyrði og sem maður skrifaði líka. Þannig að ég valdi þarna nokkrar og slengi einn bálk, ljóðabálk. Þannig að fyrrverandi ritstjóri Mannlífs, hann ætlar að skrifa ljóðabálk um glæpi. Já, það getur verið ágætisgrunnur að hafa ritstýrt svoleiðis blaði. Já. En hvernig er dvölin í Davíðshúsi? Hvernig líður þér hérna á Akureyri? Mér finnst dásamlegt að vera á Akureyri. Ég hef nú fengið að dvelja á Hrauni í Öxnadal líka á sumrin, viku og viku í senn. Þannig að Norðurland er mér ákaflega kært og gott að vera í Davíðshúsi. Ég hafði aldrei verið þar áður, það var búið að segja mér að það væri eitthvað draugagang en ég verði ekki vör við neitt. Þannig að þetta er kjallaraíbúðin sem er lánuð út og bara dásamlegt að vera þar. Svo skellti ég mér og skíði í fyrsta skipti. Þannig að nú get ég talið um að hafa farið í fjallið. Það fannst við nú einhvers virði. Nú mikið talað um stöðu bókarinnar. Hefur áhyggjur af henni, heldur þú að unga fólkið okkar sé að lesa miklu minna en áður? Og hvað er þá til ráða? Ég hef engar sérstakar áhyggjur. Börn sem ég hitti hafa mikinn áhuga á bókum og ein aðferðin til að stuðla að lestri er að bjóða þeim eftir rithöfundum í skólana og leyfa þeim að sjá hvað þetta er skemmtilegt og ánægilegt starf, að það sé gaman að skrifa fyrir krakka og við eigum góða barnabókahöfunda sem gengur mjög vel og það er bara dásamlegt að sjá það og við njótum öll góðs af því, allur bransinn. Þannig að þegar börn á Akureyri geta lesið aukaspyrnu á Akureyri þá bara eykst áhugið þeirra á bókum og þau verða að finna að sé eilítið verið að sinna þeim. Þetta sé ekki bara, bækur sé ekki bara eitthvað sem er skrifað út í heimi og þýtt og gerist eitthvað staðar annars staðar en þeirra lífi, heldur sé verið að skrifa þau og fyrir þau. Þess vegna erum við að þessu. Rétt eins og fullorðna fólkið fær bækur sinn veruleika, þá eiga börn það skilið líka, fá að sjá fjöllin að finna fjöllin sem þau sjá út eldhúsgluggann í bókunum líka og það sé verið að borða brynjuís og skrepp í fjallið til dæmis. Þannig að ég held að það sé einhvers virði að íslensk börn fá að lesa sinn eigin veruleika.